Þá það 5. liður, samgönguáætlun. Það tillaga hér að bókun sem ég les. Bæjarstjórn Akureyrarkaupstaðar gerir alvarlega athugasemdir við frumvarp til fjárlaga 2017 sem nú liggur fyrir Alþingi. Það vekur furðu að í frumvarpinu ekki tekið tillit til nýrra samgönguáætlunar sem samþykkt var samhljóða á Alþingi 12. október síðastliðinn. Af því leiðir að ekki gert ráð fyrir fjármagni frá ríkinu til kaupa á nýjum hafsögubáti fyrir Hafnasamlag Norðurlands, þrátt fyrir að nú liggi fyrir tilboð í smíði bátsinn sem búið að samþykkja og bíður undirritunar. Ekki heldur gert ráð fyrir fjármagni til að ljúka gerð Dettifossvegar sem allir eru sammála að sé lykil framkvæmd í uppbyggingu innviða fyrir ferðaþjónustu á Norðurlandi eystra. Þá heldur ekki gert ráð fyrir fjármagni til að ljúka gerð flughlass við Akureyrarflugvöll sem mikilvægt verkefni vegna flugöryggis yfir Íslandi og atvinnuuppbyggingu á Akureyri. Það algjörlega óviðunandi að ekki sé staðið við þær ákvarðanir Alþingis sem að fjármagna þessar framkvæmdir í fyrirliggjandi frumvarpi til fjárlaga 2017. Hér að ræða verkefni sem nú þegar byrjað á og langt komin í tilboðsferli og algjörlega óásættanlega ekki tekið til í frumvarpinu. Orðið laust. Gunnar Gíslason, bæjarfulltrúi, hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil aðeins fylgja þessari bókun eftir með örstuttu máli. Það náttúrulega grafalvarleg staða sem ég stöndum frammi fyrir í dag ef þessi verkefni komast ekki inn á fjárlög. Það fjöldi aðila búin að í raun og veru koma sér í þá stöðu að það hangir allt eða stendur allt og fellur í sjálfu sér með því að þetta fari inn í fjárlög og þetta komist í þessi verkefni. Og þetta með hafsögubátinn náttúrulega grafalvarlegt mál því að það gengið út frá ákveðnum forsendum sem menn hafa talið að væru trygg og ég treysti því að sjálfsögðu að hafsögubáturinn verði inn á fjárlögum og það kemur eiginlega bara ekkert annað til greina. Það náttúrulega verið að vinna í því núna í fjárlaganefnd að laga fjárlögin til. Ég gerir ráð fyrir því að þessi fjárlög séu eins konar embættismanna fjárlög og hafi kannski ekki verið mikil pólitísk sýn í vinnu þeirra þar sem að kosningar stóðu yfir hérna í haust og þar fram til götum. En það þeim mun alvarlegra að menn skuli þá ekki hafa horft til þess að ný samgönguáætlun samþykkt í byrjun eða undir miðjan október af síðastliðinn. Og fjárlögin koma síðan fram núna í byrjun desember og þær ekki tekið tillit til þessara þátta. Bara stórundarlegt mál. Og það alveg ljóst að ef að Dettifossvegur kemst ekki inn á áætlun og okkur fáum ekki þennan hring sem við höfum verið að tala þennan svokallaða Demanshring, þá erum við bara í alvarlegum málum hvað varðar svona innviða uppbyggingu ferðaþjónustunnar hérna á Norðurlandi eystra. Það ekki bara Akureyringar sem að hafa hag af þessu, þetta kemur við alla íbúa á Norðurlandi eystra. Og það margbúið að álykta þessi mál og ég bara skora á okkur öll að samþykkja þessa bókun og standa einhuga að baki henni. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu. Orðið laust. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldur Guðmundsson hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bara kannski taka undir það sem bæjarfulltrúi Gunnar kom hér inn á, mikilvægi þess að þessi bókun fari frá okkur og ég sannfærður að þessi bókun verður samþykkt hér með öllu greiddum atkvæðum vegna þess að við höfum staðið sameiginlega að þessari bókun og þetta mikið hagsmunamál fyrir okkur og þetta svæði okkar og við þurfum bara að koma sterk fram saman og koma skoðunum okkur að framfæri við stjórnvöld og það alveg, eins og bæjarfulltrúi Gunnar kom inn á, alveg
forkastanlegt að þessi máli séu komin þannig farveg sem þau eru í dag. Það eru margt sem að menn eiga mikið undir í þessu málum og það er mjög mikilvægt að Alþingi fylgi þessu eftir. Það var búið að samþykkja að við héldum, þannig að mér finnst þetta bara hnífstunga í baki á okkur ef af þessu verður ekki. Þannig að þessu verður að koma á framfæri við okkar ágætu þingmenn og við vonum innilega að menn komi þessu máli í gegn. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldur Guðmundsson hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Ég ætla að biðja bæjarfulltrúa Sigríði Huldu Jónsdóttur að taka við stjórnfundarins og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Matthías Rögnvaldsson hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég get tekið undir allt það sem hefur komið fram hérna. Mér finnst þetta alveg ótrúlegt, sko, þó svo að það hafi verið kosningar og það hafi verið, þá væntanlega einhverjir þingmenn eða einhverjir aðilar á Alþingi núna að leggja fram þessa fjárhagsáætlun. Og ég heyrði ekki betur en að allir þingmenn kjördæmisins höfðu talað fyrir og verið stoltir af því sem væri búið að nást í gegn í samgönguáætlun. Og fóru hér sveitir og töluðu jákvætt þetta og ætluðu að halda áfram litu þannig á að þetta væri orðin hlutur. Og auðvitað vitum við að þetta alltaf háð því að það sé samþykkt, en þetta var komið inn í fjárhagsáætlun. Og þess vegna finnst mann þetta alveg gríðarlega miður að þetta að við séum að horfa á þetta núna, að það sé einhver óvissa þessa hluti. Og jafnvel sé þetta ekki inni, sko. Ég meina, maður heyri það að þetta sé ekki inni, en vonandi næst þetta í gegn, þess að þetta skiptir gríðarlega miklu máli fyrir allt samfélagið, ekki bara okkur, heldur allt samfélagið í Ísland, að þetta byggist upp hérna, þessi starfsemi sem snýr að ferðaþjónustu, sem snýr að því að vera með öfluga innviði hér á Norðurlandi eystra. Og ég trúi ekki öðru og ég skora á alla þingmenn, og þó sérstaklega okkar þingmenn, að sjá til þess að þetta náist í gegn, að við fáum ekki að heyra það hvort sem það verður á Þorlák eða daginn fyrir áramóti eða hvenær það sem það fjárlög verður samþykkt, að þetta sé ekki inni, vegna þess að þetta skiptir öllu máli. Þetta er bara þetta mikilvægasta sem þessi þingmenn örugglega fást við á næstu 6 til 12 mánuðum. Þannig að ég treysti á okkar góða fólk að þau öll sem einn standi á bakvið þetta og tryggi það að þetta náist í gegn. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Matthías Rögnvaldsson hefur lokið máli sínu og biður forseta að taka við stjórnfundarins. Orðið er laust. Þá göngum til atkvæðagreiðslu framlagða bókun. Þeir sem geta samþykkt hana, vinsælst gefi merki. Það er samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum.